Ég stuðningsmenn 1 og 2 hjá mér. Þið voru síðast í París, komnir núna til Nice. Berið þetta saman, hvort betra? Nice svona cirka 400 sinnum betra. Sko ég ekki að vera leiðilegur. Ég var í fyrsta skiptið til París daginn. Ömurleg borg. Allir að peppa París. Jú, það eitthvað turn þarna og eitthvað, þú veist. Ógeðslega borg. En Nice? Það grínast það? Já, þetta flottasta borg sem við komum í. Hérna erum við góður og hérna vinnum við. Eitthvað með hitt ykkur að Breta hérna? Nei, það var hægt þessu núna. Það var hægt þessu? Já. Sko ég hef hitt nokkra betra. Þeir hafa komið svolítið óvart sko. Þeir hafa verið frekar skemmtilegir. Þeir líta á okkur Ísland sem svona lítinn, veiklulegan hund sko. Sem við vilja klappa sko. Þeir eru ekki leiðilegir við okkur og ég spurði gæði í gær sko, hvernig þetta leikunum fari. Hann grenjaði á hlátri sko. Hann hélt ekki að við ættum sko, við eigum ekki break eða leik samkvæmt Englandi. Og ég hlakkast til að matreiða ullasokki, ég verð með ullasokk. Það voru ullasokkur. Ég legg á disk, síðan getur menn valið. Viltu bernes með sokknum, barbecue, þetta ekki flókið sko. Nú fór Tóan heim nefna peningaskort. Ennþá nóg til í einhverju það? Já, það ennþá cirka 2 milljónir í vasanum á Gilsárunum. Ég sé ekki með svona, það allavega nóg til að fara allavega á leikina. Hvað búntið þitt? Ég ekki alveg klár á því. Leikurinn á morgun, hvernig fer þetta? Þetta fer 3-2. Hvað í skora? 3-2. Trúið enginn. Ég ekki taugar einhvern 3-2. Þetta Birkir Bjarna, minn maður í þessu liði, hann setur sennilega 2. Og svo kemur Sverrir Ingason inn á í restina og setur sigurmarkið. Núna Englandsliði, nú Liverpool-maður sjálfur, þekkja að tapa. Þetta Englandsliði ekki með full mikið af Liverpool-mönnum til að gera eitthvað hluti eða? Sko málið það sem við viljum að sem flestir Liverpool-menn starti þennan leik sko. Það væri best fyrir okkur í Íslandi ef allir púllararnir í hópnum starti. Þá þetta sko, þá þessi stuðvöld að snúast við og 8-50 í Ísland. Ég held reyndar að sé bara best að einn Liverpool með liðinu. Þetta alltaf orðið Tottenham í dag. Einn Liverpool með liðinu? Og málið Tottenham flottur klúbbur, en það sem Tottenham hefur fram yfir allara klúbba vinna aldrei neitt. Og þegar orðið 5-6 Tottenham í liðinu, eins og góði vinur minn Partey hans sem sagði á sínum tíma, þegar þú ert í Tottenham, þá vinnur ekki neitt. Og okkur ættir þá að vinna Ísland frekar en eitthvað annað. Þannig að ég held að við þurfum ekki að ágjöra Liverpool. Þeir eru góðir út af sig, en við munum alltaf vinna þá ef allir þessi Tottenham gæðir í liðinu, því miður. Þetta Real Talk var í boði King Mike. Þið getið fundið hann á Twitter undir King Mike Brown. Mike leiði villu í Nice á 2,7 milljónir í viku. Þessi gæði hérna. Það reyndar í 2 vikur. Var það að því að vissir að það væri maður að fara að lenda hérna í 16. úrslitum? Ég skoðaði það 12. desember, já. Ísland-England, annarsæti, þessu riðli, Ísland-England, klárt, bókum þetta. Ég er mjög sáttur við allt hingað til, ég sáttur við landsliðið, ég elska strákandi lífinu. Þeir reddu Gilsárunum og Mike, ekki þið, þú sem voru að græða miða. Reddu höfðingjarnum miða á leikinn, Gylfi og Jói Berg og Alfred, thank you. En það er eitt sem ég ekki sáttur við þessum hóp og það er Heimir Hallgrímsson tannlæknirinn. Hann með allt niður úr sig, því miður. Hver er ástæðan fyrir því? Á hverju? Sko, ef við fara aðeins yfir þetta. Gilsson er mikill landsmaður sko. Sko, að hann skuli hafa ekki tekið Gunnleif Gunnleifsson og Rúrik út er mest að skita söguns. Út af því, hinkraðu. Já, ég segi jótt. Gulli var í þessum hóp sem kom okkur á EM. Hann átti skilið að fara út. Hann er 60. Þannig að þetta sé séns við honum að fara á stórmót. Já, ég er að mörgöldu sammála því. Og Ingvar er toppmaður, ég elska hann á lífinu. Hann þjálfar með Gilsson í sporthúsinu, hann er personal trainer og höfðinginn, sko. Ég elska hann á lífinu, hann veit að hann er pottet að horfa á þetta, skilur mig alveg. Hann er okkar sammála. Hann er okkar sammála, ég spurði Ingvar, átti Gulli ekki að fara? Jú, sammála. Þannig að hann verður í landsliðinu næstu 20 árin, Ingvar, pottþétt. Þannig að Heimir Hallgríms hafi rænt Gulla þessu mómenti að vera með strákunum, pluss að allir eru sammála hvað hann er sterkur í hóp, þó að Gulli ekki spila sekundu, ekki stela þessu mómenti af honum. Og fyrir utan það, hann er ekkert eðlilega góður í fokki marki, sko. Þannig að Heimir Hallgríms fyrir mér, ég vil ekki segja hans er dauður fyrir mér, sko. En sko,
Gils hann mjög sár út í hann. Hann þarf að gera eitthvað mikið til að vinna mig tilbaka. Já, hann þetta toppmaður. Það þurfti að borga með þér og ættir að fara Nei, ég meina, hei, ekki vera hálfvit. En þú tekur Rúrik, allt ekki Rúrik. Það var eiginlega... Það var ekkert ekki Gulla? Eða báða. En Rúrik, það bara, við erum svolítið að tapa á því að hafa hann ekki. Eini gæði sem svona svipað myndalegur á kóngunum. Já, myndalegur og allt það, en þú veist, ég veit allt það. Hefur séð Rúrika? Hann mjög myndalegur. Sástu það mætti í Sjólanbjörndagi með speglagleraugu? Hann mjög myndalegur, en hann bara góður í fótbolta. Og við hefðum þurft á hann að halda því, sérstaklega í fyrsta og öðru leik. Heldur að hann að elt mannin sér niður og þarna í markinu? Ég menn, hann á bara að vera þarna og það var svona, ég skildi það ekki alveg, en... Þetta Mikil Emil Hallfersmaður, þessi kúkur sem hann að fá, það er ekki sanngjarnt, Emil út, því líka meistari. Ég sé nánaði með. Já, allir í strákar standa svo vel. En við vinnum hérna á leikili, við tökum hann 3-2 eins og hann og er þetta langbæsti leikmaður okkar á mótunni, Birkir Bjarnason, hann gerir sér 2 mörk. Hannes Halldórsson er búinn að vera langbæsti leikmaður. Takk hérlega fyrir þetta.